Ekkert lát á góðu gengi Tindastóls í Dóminósdeild karla í körfuknattleik en liðið fagnaði sigri gegn Stjörnunni í síðasta heimaleik. Tindastól vermir nú annarsæti deildarinnar á eftir KR. En hvernig þessi góðu árangur til komin? Við skulum kíkja í íþróttahúsið á Sauðárkróki þar sem þetta alltaf gerast. Við erum með góða blöndu af leikmönnum og þetta reynir ekkert að verða til allt í núna. Góð blanda af yngri og eldri leikmönnum þar sem að ábyrgð og svona stjórnun liðsins fer fram í gegnum hendurnar á eldri leikmönnunum. Þú nefnir að það eru ungir og það eru eldri sem að hlýtur að vera góð blanda en það er svolítið sérstakur aldursmunur, er það ekki í liðinu? Það eru ungir strákar og svo aftur á móti alveg upp í, hvað má maður segja, gamla körfuboltajaxla? Já, þeir eru allavega áratug rúmlega eldri. Það eru yngri hluti liðsins er 20 strákar og yngri, 17, 18, 19 og 20 ára. En síðan eru eldri strákarnir 30 og þaðan af eldri. Og þarna eru 10 ára milli þar sem engin leikmaður. Og þetta kannski sérstakt en einhver hluta vegna þá þetta bara góð blanda og þeir sem eru eldri, þeir hafa bara enst vel, í góðu formi og eru bara góðir. Kári Marísson hefur á öðrum ólöstuðum byggt upp körfuknattleikinn á Króknum síðustu áratugi og hann enn að. Það á sínu tíma, ég nú ættaður úr Reykjavík og hafði spilað fótbolta alveg gegnum alla æskuna eins og allir Íslendingar, ungir menn og konur gera. Og svo hitti ég bara einn kunningja minn úr Njarðvíkonu, Stefán Bjarkason, og hann sýndi mig körfubolta því ég var orðinn 16 ára gamall og spurði hvort að ég vildi ekki koma inn á æfingu með honum og síðan var ekki aftur snúið. Fór á mína fyrstu landsliðsæfingu 18 ára. Segðu mér aðeins með, nú sé ég að stelpurnar eru hér á æfingu, hvernig þáttaka í körfubolta hérna á Króknum? Ég held að hún sé bara nokkuð góð. Í gegnum tíðina þá höfum við verið með svona 100 frá 100 upp í 140 iðkendur frá ári til árs, allan tíman. Og þá erum við að tala svona tíman frá 1980. Þá hefur þetta verið mjög stöðugt og gott. Og það er engin sérstök aukning, þetta bara fastur massi sem æfir? Já, það bara fastur massi sem æfir og í skólanum hérna kringum 400 nemendur, aðeins rétt tæplega núna og þá finnst mér þetta bara mjög góð þáttaka í þessari grein. Aftur að liðinu, það stórleikur framundan í kvöld. Þið ætla að fara að spila við Stjörnuna. Hvernig leggst sá leikur í þig? Mjög vel, eins og allir aðrir leiki. Það búið að vera spenna í manni alveg síðan áramót. Þá datt þetta náttúrulega inn, við vorum náttúrulega búin að æfa vel hátíðarnar og með þennan leik að markmiði, skoða alla þætti og við erum tilbúinir. Heimavöllur Tindastóls þykir mjög sterkur. Þið ekki taplausir hér á heimavöllur? Jú, í 2 ár erum við taplausir. Nei, reyndar ekki. Töpuðum fyrir í bikarinn í fyrra en meðan við fyrstu deildinni í fyrra vorum við taplausir og í deildinni í ár erum við taplausir líka. Hverju skiptir svona sterkur heimavöllur? Það skiptir bara alveg gríðarlega miklu máli og nánast öllu og að horfa hérðan af leikmannabekknum og upp í stúku og sjá alla þessi áhorfendur, þetta náttúrulega gefur allt. Stendur bærinn bara sem einn á baki ykkur? Maður finnur það alveg, algjörlega. Alveg saman hver maður kemur með svona spá og spekulera og ég á vona á fjölda hér í kvöld og það mikil svona spenna í bænum, ég finn það. Segðu mér aðeins þjálfarann sem þið réðuð, hver hann? Ísrael Martin, hann kemur frá Tenerife, til Spánverji, sem búinn að þjálfa í næst efstu og vera aðstoðarþjálfari í efstu deild á Spáni. Og spænskur körfubolti þykir númer 2 í heiminum og eftir NBA, þannig við erum að tala stóra hluti. Hann var hérna í æfingabúðum fyrir yngri krakka 2011 og þar kom á fleiri þjálfurum og þar kynntist ég honum. Síðan hefur hann verið að þjálfa á Spáni og síðast í Kosovo, Albaníu og hann ætlaði ekki að endurnýja samning sinn þar þannig að hann var á lausu og leiðir okkar lágu saman í gegnum netið. Þannig kom það til og hann sló til og hingað hann komin og staði sig gríðarlega vel. Uppistaða leikmanna samt með skagfirst blóð í æðum eða hvað? Já, það eru allir skagfirðingar í liðinu nema þeir sem koma erlendis frá. Þeir eru 3. Hvaðan koma þeir? Þeir koma frá Bandaríkjunum. Það Myron Dempsey, Darryl Lewis og Darryl Flake
Þeir tveir síðarnefndu hafa reyndar íslenskan ríkisborgararétt. I feel like lucky man because here we have very good kids. They are good educated. They like to come also to work, to practice. They listen. So for that reason, it's not too hard for me, so I am happy. But speaking about the match tonight, what is your feeling about that one? It's strange, during the day, when I wake up this morning, I feel like, wow, what was going to happen, this morning? But now, after talk with Kauri, after see the players this morning, I feel like the players, everybody's looking for the game tonight, So we come from the Christmas break, and I think everybody wished to play. Everybody saw me last practice, last 2-3 practices. Everybody is ready to compete tonight, for fighting for the game. But we never know sure what happened in basketball. Believe me, we have very good combination in the team. I think everybody is helping each other. It's not like me, I come here for say do this, but everyone have experienced players like Helgi Raff, Helgi Freyr, Suavar, especially experienced players from here for Southern Corgus. They are helping a lot to the young guys because I think we are giving chance to the young guys also, and they are answered good on the court. So it's not only me. I think our key until now is because we are a team, players, coaches, and everybody, And one typical question, how is it to come from your country, Spain, where it's so warm and hot outside, and to Iceland? Yeah, everybody, talking about me. Hey, how is your adaptation to the weather? Inside to the gym, I spend a lot of time, so here we feel very good, At home also, short time I am in the street, but, I am the main reason why I am here is to work. So I feel like I have very lucky in my life because I am working in a sport. I like basketball. I love this, so I don't have nothing for complain about the weather. Just we need to put more clothes if I feel cold, more clothes. Thank you. You're and welcome. Good luck tonight. Tack för det. Hér klarast leikurinn Tindastóll með sinn 10. sigur og í fantastískum málum. Hvernig er að vera fyrirlið í Tindastóll? Það bara frábært og þetta náttúrulega frábær liðsett sem við höfum og góð blanda af strákum og stjórn og allt í kringum þetta gengur mjög vel og það það sem maður þarf. Áttirðu von að þið gætu unnið Stjörnuna? Já, ég hafði átti von á því að við getum unnið þennan leik og það var bara hvort leik þetta vel og á móti þessu frábæra liði hjá þeim þá gerum við gott í dag þótt við höfum lengi í gang. En nú sjáum við að ungu strákarnir, það munar þá, þessa ungu strák í liðinu. Já, ég ætla nú kannski ekki að hæla þeim þeir heyra, en ég get gert það núna þegar þeir eru farnir inn. En þeir gera sitt og þú sér það bara á stigatökunni. Það eru 8 menn sem skora hjá okkur. Ég held að séu allir sem kom inn á í dag og það er sama hvort séu ungur eða gamall, það skiptir engum máli í þessu liði. En heimavöllurinn hérna gríðarlega sterkur, maður finnur það. Já, hann gríðarlega sterkur. Það munur náttúrulega þessi ferðalög og allt þetta og svo náttúrulega fá að spila hérna undir þessum frábæra árundu sem við höfum hér. Það er náttúrulega bara æðislegt. Þetta hafðist. Já, bara í svona tíma þá gekk þetta náttúrulega ekki eins og við vildum og við vorum virkilega í erfiðleikum tíma og við fundum ekki ritma, fundum ekki svona flæði í liðinu. Leituðum og skyndilega koma og það var það sem gerði gæðum munn að við náðum að svona aðeins að komast tilbaka inn í þann leik sem við höfum verið að spila fram að þessu. En þið stoppið ekki hérna, hvert stefnan tekin?
Við höfum svo sem ekkert áhyggjur af því þannig séð hvert við ætlum að fara nema að markmiðið okkar var það að vera ekki í neðar en í 5. sæti fyrir deildina og í þeim markmiðum þá máttum við alveg tapa 23 leikjum fyrir jól og annan eins eftir jól. Við megum það alveg í okkar markmiðssetningu og lenda þá á þeim stað sem við ætluðum. Þannig að við ætlum bara að halda áfram en það sem við þurfum að gera þegar svona í miðjan nóvember þá sögðum við að við ætlum að gera eitthvað í deildinni í vetur þá þurfum við að verða svona 35–40% betri heldur við vorum þá og það er aðalmarkmið. Þá kemur bara ljós það sem kemur ljós. Bara gangi ykkur vel og gaman að fá að fylgjast með ykkur. Já, takk hérlega.